stöðvar krossins og þjáningarinnar. En það meira sem kemur eftir það. Eftir krossin upprissan, eftir upprissan uppstigning, eftir uppstigninguna krýning Krists. Kristur núna konungurinn. 4. kafli Ópererbókinni lýsir konungsalnum þar sem krýningin átti sér stað. 5. kafli lýsir þegar Jesús settist við hægri hlið Guðs. Svo merkilegt að konungshásætið, þegar við lesum ævintýrin, þegar við sjáum Hollywood myndirnar, þá sjáum við konungshásætið sem eitt stóran stól, hátt bak, og konungurinn sitja tignarlegur. En á dögum Davíðs konungs og Salomons og þeirra tíma, þá var hásætið legubekkur, sófi, pláss fyrir meira en einn. Það var pláss til þess að bjóða einhvern að sitja við hliðina á sér og njóta tignarinnar, njóta þess að vera í hásætinu. Og þér boðið að koma að sitja þér í þægilegum sófa við hliðina á Jesú í hásæti alheimsins. Gerir þið grein fyrir því? Skilur þið hvað það merkir? Þér boðið að koma að sitja við hliðina á Guði almáttugum, Jesúm krýndum konungi Kristi. Setjast við hliðina á honum í hásæti alheimsins og virða fyrir þér alla tilbeiðsluna sem að Jesú fær framan frá. Það sem að þú sér best, sér þið yfir allt saman og þú hefur rétt á að vera þar og þú þarft ekki að vera eitthvað þar aftast, þetta er fremst. Þetta er merkilegt að hásæti Guðs er nefnt í 16 köflum Ópererbókarinnar. Vissirðu það? 22 kaflar, 16 þeirra tala um hásæti Guðs. Hásæti einn af hlutum sem nefndur oftast í Ópererbókinni. Opinberunarbókin að tala að Kristur krýndur, hann í hásætinu. Þér boðið að koma að sitja á hliðina á honum. Í 4. kaflanum tala að 14 sinnum. Og þar hásæti lýst. Að þar jaspisteinn og sardisteinn og regnbogi yfir hásætið og smaragður. Frábær lýsing, það sem merkilegt að Plató nefnir þess að 3 gimsteina, jaspis og sardis og smaragð, sem gimsteina sem verðir fyrir konunga. Konungurinn í Týru sagt að hann var með þessa gimsteina líka í sínu viðhafnabúning, eins og líka æðsti presturinn. Nýja Jerúsalem mun hafa þessa steina líka þar, og þeir í hásæti Guðs með regnbogan yfir, og þér boðið að sitja þar við hlið Guðs. Út frá hásætinu eldingar, dönur, þrumur, elblis frammi fyrir hásætinu og þar fyrir framan glerhaf líkt á kristall. Það erfitt fyrir okkur að ímynda okkur hvað Jóhannes að lýsa. Og þetta svo fjarstætt okkur að við segjum, já, við lítum á krossin og við lítum á þjáningarna sem við berum og byrðarna sem við höfum og áhyggjurnar sem framundan við okkur. Og Jesús segir, krossin fyrir aftan, ég ber krossin smá tíma, en lítu fram á við, lítu á það sem ég ætla að gefa þér. Lítu á hásætið, þér boðið að sitja við hliðina á mér. Þú hefur aðgang að þessu hásæti öllum stundum. Gerir grein fyrir því? Nei, þú getur ekki sest þar í dag þó að lofurinn sé gefið, þá með lofurinn uppfyllt innan stunda þegar Jesú kemur aftur. En þér boðið að hafa aðgang að hásætisal Guðs, að konungi konungana á hverjum degi, 24 tíma dagsins, 7 daga vikunar. Hvenær sem eitthvað bjátar á, hvenær sem út í góðu skapi, hvenær sem þið langar til að bara hitta Guð, þá boðið að koma inn í hásætisal Guðs í gegnum bæn. Og svo stundum sem við segja, já, hvernig var að ég tala við Guð núna og við bara rétt svona beigjum höfuðið eða við leggjumst í rúm og svo okkur fara að sofa og svo byggjum við hann til við sofnum og við skiljum ekki dýrð Guðs því hún hulin okkur. Og við tökum Guð sem bara eitthvað hversdagslega hlut. Þér hefur verið gefinn réttur vegna krossins. Hefur þér verið gefinn réttur til að setjast við hlið Guðs. Nei, lausnin ekki þegar komin, hásæti ekki þegar þitt til að setjast í. Fyrst krossin, síðan kemur kórónan.
Jesús býður þér að taka upp krossinn, fylgja honum í dag. Hvað sem það sem að þú ber, hvort það séu veikindi eða erfiðleikar á heimilinu, erfiðleikar í vinnunni, fjárhagserfiðleikar, hvað sem þú berð, Kristus segir, berðu krossin í dag. Ég mun gefa þér styrk, ég mun vera með þér, ég er konungur konungana, ég er í hásætinu, ég ræð, ég stjórna, ég mun vaka yfir þig, ég mun vernda þig. Treystu á mig. Þú ber kross í dag, en einn dag innan stundar mun þú líka fá kórónu. Einn dag verður þú líka krýndur eða krýnd. Einn dag mun þú sitja við hlið mér í hásætinu. Það getur hvað Páll segir í öðru Þessalóníkubréfinu, 1. kaflanum. En yður sem þrengingu líðið, veitir hann hvíld ásamt oss. Við tölum hvíldin í gær að við fáum hvíld frá okkar áhyggjum þegar við komum til Krists. En hvíldin verður fullkomnun. Hún verður fullkomin þegar drottinn Jesús opinberast á himni með englum máttar síns. Í dag berum við krossinn, en Kristur ber krossinn með okkur. En dag einn innan stundar þegar Jesús kemur aftur, þá verður hvíldin fullkomin. Fullkomin hvíld. Það mikill heiður að mega sitja við hægri hönd konungs. Og Jesús hefur lofað þér að sitja við hægri hönd hans. Þegar krýningaratun átti sér stað til forna, þá var það tvíþætt athöfn. Fyrst var konungurinn krýndur í höllinni, síðan farði í musterið, helgaður Guði. Í opinberunarbókinni, krýning Krists, fer saman krýning í höllinni og návist Guðs. Þetta fer bæði saman því að Faðirinn er þar. Hann er í návist Guðs almáttugar, Jesús lambið. Þetta fer saman. En takið eftir líka í opinberunarbókinni í 4. og 5. kaflanum hvernig föðurnum og synunum lambinu lýst með sömu orðum og hugtökum. Í 4. kaflanum, þar föðurnum lýst sem verður, drottinn vor og Guð. Hann verður að fá dýrðina og heiðurinn og máttinn því að þú hefur skapað alla hluti. Þetta sagt Guð föðurinn. Í 5. kaflanum haldið áfram og þar Jesú lýst og þar sagt, verður ert þú lambið. Þér sé lofgjörðin og heiðurinn, dýrðin, krafturinn aldir alda því að þú ert skaparinn. Það engin munur gerður á eðli og verðuleika föðurins og sonarins. Lambið hefur jafnmikla dýrð, jafnmikinn myndugleik og verðleik eins og Faðirinn. Jesús sagði, ég er Guð. Þegar hann var á jörðinni og opinberunarbókin staðfestir, Jóhannes sá hvernig Jesú var í návist föðurins og þeim lýst með sömu orðum. Þeir eru sama eðli. 5. kaflanum Jesú einnig lýst með öðrum hugtökum, lýst sem ljónið af Júda ættkvísl. Honum lýst sem rótarkvistur Davíðs. Honum lýst sem lambið sem stendur þar eins og væri slátrað. Hver þessi Jesú? Gerðu þig grein fyrir því hver hann er. Skilurðu hvað hann að segja, hvað hann meinar. Skilurðu hvað þetta þýðir fyrir því í dag. Þú hefur aðgang að konungshásæti alheimsins, að Jesú Kristi, krýndum konungi. Hann upphafinn, hann heiðraður. Hann verður konungsríkisins og hann þinn vinur. Páll tala mikið þennan Jesú. Hann segir að þessi Kristus sem verður að vera krýndur, hann þess virði fyrir okkur að treysta á hann. Þess vegna gat Páll staðist hverja eldruna fætur annari og hann hafði engar áhyggjur. Hann hafði frið í hjarta sér. Þó að hann var í barinn, þó að hann var settur í fangelsi, þó að hann hefði ekki mikið að borða og drekka, það allt í lagi. Ég hef Jesúm, það allt sem ég þarf. Lítum í Rómarbréfið, 8. kaflan, 34. vers.
Það segir Páll, Kristur Jesús sá sem dáinn og meira en það, hann upprisinn, hann við hægri hönd Guðs og hann biður fyrir oss. Þetta ekki frábært? Kristur, krýndur konungur í hásætinu, hann biður fyrir þér. Þegar þú ert með vandamál, þú ert ekki einn að biðja. Þú kannski sofnar en Jesús vakir og biður fyrir þér eins og hann bað fyrir lærisveinunum Pétri, Jakob og Jóhannesi. Efesus, 1. kaflanum. Þar lesum við: Ég bið Guð drottins vors Jesú Krist, föður dýrðarinnar, að gefi þér anda speki í opinberunar svo að þér fáið þekkt hann. Ég bið hann að upplýsa sálarsjón yðar svo að þér skiljið hversu von sem hann hefur kallað oss til. Hver ríkdómur hans dýrlegu arfleðar sem hann ætlar oss með hennar heilugu, og hverinn yfirgnæfandi máttur hans við oss sem trúum. En þetta sami áhrifamikli kröftugi mátturinn sem hann leið koma fram í Kristi, en hann vakti hann frá dauðum, lét hann setja sig til hægri handar í himinhæðum. Skilur þetta? Hann seti sami krafturinn stendur þér til boða og Guð gaf Kristi, sem að Jesús hefur, hann var á ummyndunum fjallinu þegar hann steig í hásstól himinsins og var krýndur sem konungur. Ofar hverri tign og valdi og mætti, ofar allum herradómi og sér hverri nafni sem nefnt ekki aðeins þessari veröld, það einnig hinn komandi, allt hefur verið lagt undir fætur hans. Dýrlegur drottinn. Kólósabréf, 1. kaflinn. Fyrst þér því uppvaktið með Kristi, þá keppist eftir því sem hið efra, það sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsum það sem hið efra en ekki það sem á jörðinni. En hvað hugsum við Hvort hugsar meira það sem á himnum sem bíður þín eða það sem þú glímir við hér á jörðinni? Það svo oft sem að okkar hugsun bundin við það sem á jörðinni. Stundum dag eftir dag eftir dag og svo einu sinni í viku það segja, ok Guð, hvað ætlar þú að gefa okkur? Hvað kemur á himnum? En Jesús segir okkur, hugsun það sem efra meira heldur en hugsun það sem neðra. Lesum áfram. Því að þér dánir og líf yðar fólgið með Kristi í Guði. Þegar Kristus sem líf yðar opinberast, þá munu þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Dýrðin sem Jesú hefur, sem hulið nú, verður opinberuð þér og þú mun birtast og ummyndast í dýrð Guðs. Endurspegla dýrð Guðs. Þetta framtíð þín. Þetta það sem Guð vil gefa þér. Þetta það sem bíður þín. Jesús upphafinn og heiðraður. En takk eftir andstæðunum, Kristur verður þessa dýrðar. Hann maklegur, mjög verðugur, en hver okkar verður alls þessa? Engin okkar. Við höfum þetta ekki skilið. Jesús á þetta skilið, hann verður þess. Hann maklegt, hann lambið sem var slátrað. Hann tók á sig fórnina og sagði, ég skal taka að mér, og himinninn hrópar og syngur og lofgjör og segir, þú maklegur því að þú lambið sem var slátrað. Í Gamla testamentinu, 5. Mósebók 21. kaflanum, vers að segir að sá bölvar á Guði sem hengdur á tré. Djöfullinn ætlaði sér að útrýma Kristi á krossinum. Hann ætlaði að koma í veg fyrir að uppfylling spádómanna myndi rætast þar sem Jesú myndi leggjast niður á altarið í musturinn og æðstiprestur myndi fórna Jesú þar. Hann hugsa með sig, ég ætla að sýna fram á að Kristur veit ekki hvað spádómannir Ég ætla að afsanna Jesúm, ég ætla að bölva honum, ég ætla að útrýma Kristi. Ég ætla að setja hann út fyrir borgarmúrinn, út fyrir musturið og láta Jesúm deyja þar einan hangandi á tré. En djöfullinn skildi ekki allt saman. Hann vissi ekki hvað Jesú ætlaði að gera. Jesú vissi hvað var að koma. Hann skildi framtíðina, hann skildi spádómana. Og í Galatabréfinu okkur sagt í 3. kaflanum 13. vers að Kristur keypti á sundan bölvu lögmálsins með því að verða bölvun fyrir okkur, því að ritað bölvaður hver sá sem á tré hangir.
Kristur vissi hvað það var og hann tók bölvunina svo að þú mætti vera frjáls og hafa hvíld. Hann maklegur því að hann tók á sig bölvuna sem að þú hafði til unnið. Hann konungurinn krýndur sem að tók á sig smánina, tók á sig skömmina, tók á sig syndina og vegna þess hann verðugur, maklegur. Lítum á Opinberabókina 5. kafla 9. versið. Verður þú að taka við bókinni að ljúka upp innsiglum hennar því að þér var slátrað, þú keyptir menn Guð til handa með blóðið þín að sérhverri kynnkvísla, tungu, lýð og þjóð. Og þú gjörðir þá Guði vorum til handa að konungsríki og prestum og þeir muni ríkja á jörðinni. Konungsöllin og mustri tengja saman og þú verður settur og sett í hásæti Guðs sem konungur og prestur. Við hægri hönd Guðs. Þetta framtíðin í Kristi. Þetta sem Jesús gerði. En núna dýrð Guðs hulin. Við sjáum hann ekki. Og stundum efumst við, stundum hugsum við okkur, já, Guð bara einhver hugsun, þetta einhver guðfræði, einhver kenning. En dýrð Guðs hulin, tvær megin ástæður fyrir því að við sjáum ekki dýrðina. Fyrsta lagi, Jesús á himnum og við erum á jörðinni. Við göngum ekki á gullstrætum himinsins, við sjáum ekki kristalvatnið. Það fjarri okkur og við eigum erfitt með að ímynda okkur hvernig himinn En það önnur ástæða líka. Það svo oft sem að við sofum á verðinum. Við eyðum ekki tíma í návist Guðs til þess að virða fyrir okkur dýrð drottins. Og dýrð hans hulin okkur vegna þess að við bara sofnum og eyðum ekki tíma með Guði. Ef Pétur, Jakob og Jóhannes hefðu vakað, hefðu þeir getað hlusta á samtal Jesú, Móse og Elía og þannig fengið styrk. En í staðinn þeir sváfu. Jesús dýrlegur, hann drottinn drottna, hann konungur konungana, hann þegar krýndur sem konungur alheimsins, dýrð hans raunveruleg og ótrúleg. En spurningin þessi, tekur þú tíma til að virða fyrir þér dýrð hans á hverjum degi? Tekur þú tíma til þess að ímynda þér, til þess að hugsa, til að sjá hver hann hvað það merkir að vera í návist hans? Ofbirtan af komu hans verður kærkomin þeim sem þekkja hann persónulega. Þeir sem hafa verið í dýrð Guðs hér á jörðinni í bæn, munu fagna dýrð Guðs þegar hann kemur í mætti með englum sínum. Þessi Jesús hinn sami sem fór, það þessi sami dýrðar Guð sem kemur hingað til jarðar. Þessi dýrðar Guð sem við getum kynnst í dag, sem þér boðað að hitta í konungsal himinsins núna í kvöld þegar þú ferð heim. Þessi sami Jesús að koma aftur. Og hann elskar að svara bænum þínum. Jóhannes 14 segir, hver sem þér biðið í mínu nafni, það mun ég gjöra, svo að Faðirinn veggsamast í syninum. Ef þér biðið einhverju sem mínu nafni, mun ég gjöra það, og þeir segja, já, ég beði mörgu sem Guð svara mér ekki. Bíða hans við. Það svo oft sem að við förum til Guðs og segja, Guð, viltu gefa mér meiri pening svo ég geti borga reikningana? Við segjum, Guð, ég með vandamál, viltu lækna mig? Við segjum, Guð, ég með vandamál, heimili mitt í sundrung. Guð, ég með vandamál, hjálpa mig, vantar þetta, og við lítum á Jesús sem jólasvein. En Jesús hefur eitt í huga og það að frelsa þig. Það að færa þig héðan inn í sitt dýrðaríki svo að þú getur komið í návist hans, setið við hlið hans í hásæti hans á himnum. Hann vil bjóða þér í návist sína þannig að þú getur séð dýrð hans jafnvel í dag. Hann vil ummynda þig, breyta þér, svo að þú verður fullur af kærleika, af gleði, ljúflyndi, hafir trú og von. Og við stöldrum og biðjum
pakka, jólapakka. Jesús segir, það skiptir hún ekki máli hvað gerist að þessari jörðu. Það sem skiptir máli hverjum treystirðu, á hvað trúirðu. Það sem Guð ætlar að gera að breyta þér frá dýrð til dýrðar, að þú mættir myndast. Það segir öðru Korinthubréfinu, allir vér sem með óhjúpuðu andliti endurspeglum dýrð drottins, myndumst til hennar sömu myndar frá dýrð til dýrðar. Þetta gjörir andi Guðs. Þetta það sem Guð vil gera fyrir þig. Hann mun krýna þig. Hann mun láta að sitja vel hlið sér í hásæti sínu. En í dag segir hann, treystu mér, í dag þyrnikóranan, í dag krossin. En treystu mér, alveg eins og ég stóðs krossin, þannig mun þú standast ef þú treysti mér, ef þú staldra við og lítur á dýrðarljóma mínum í bæn. Þá þegar ég kem aftur, mun þú meðtaka dýrð mína með kærleika og von. En spurningin tekurðu tíma til að staldra við og virða fyrir þeir dýrðarljóma drottins? Gerurðu það? Það þetta sem skiptir máli. Að staldra við á hverjum degi, fara inn í hásætisal Guðs, tala við konung konungana, byggja vináttu og leyfa dýrð hans að breyta þér svo að þú mættir endurspegla hann. Þetta gjöf Guðs. Við skulum biðja. Drottinn, stundum eins og dýrðarljómið þinn sé hulinn okkur. Við bara höldum áfram eins og í myrkri. Fálma áfram svona baráttum okkar með byrði okkar, horfum niður á við. En þú hefur boðið okkar að leggja byrðina við þína fætur og horfa upp á við, horfa á Jesú, að staldra við á hverjum degi og virða fyrir okkur dýrðarljóma þinn. Svo við mættum njóta dýrðar þinnar. Við mættum skilja að þú konungur konungana, almáttugur Guð. Að við mættum einn dag þekkja þig þegar þú kemur aftur. Ég bið í Jesú nafni. Amen. Núna þriðja kvöldið. Við erum að tala fanga frelsisins. Hvernig það að við sem kristna einstaklingar stundum fangar lífsins. Og, við getum fengið myndan á skjáin. Að þó svo að Kristur gefa okkur frelsi, þá stundum enn hlekkjuð í okkar vandamálum og glímum við baráttuna og byrðarnar sem við höfum. Og ég trúi því að Guð vil gefa okkur fullt frelsi, mætti njóta lífsins til hins fullnustu. Vera hamingjusam, full af friði, full af kærleika, og aðrir mættu vita að við erum full af ljúflyndi. Þetta það sem Guð vill að við njótum. Og fyrsta kvöldu litum við á örþreytu hvíldarinnar. Hvaða sem heldur okkur niður í og hver lausnin sem Guð vil gefa okkur. Og í gærkvöldu litum við á dýrðarljóma hulina drottna. Þá svo oft sem við sjáum ekki dýrð drottins. En samt Jesús þegar krýndur konungur. Hann konungur konungana, drottinn drottna. Hann ríkir þegar. Og vegna þess að þá getum við leita til hans, og ef við leitum hans í bæn, eigum við að geta séð dýrð hans jafnvel í dag í lífi okkar. Kvöld langar mig að fara aðeins dýpra. Aðeins öðruvísi efni. Opinberunarbókinni. Kallað bölvuð þrenning. Og þeir spurði, hvað áttu nú við? Og sumir hafa spurt mig, hvað ætlar að tala um? Þetta allt í lagi? Mér langar fyrst að fara yfir með okkur í 2 loforð sem Jesús gaf okkur. Jóhannes á Guðspjalli 14. kafla. Jesús sagði fyrst, hjarta yðar skelfist ekki. Ekki vera hrædd.
Það engu að kvíða, ekkert að óttast. Og aðeins síðar í sama kafla sagði Jesús, minn frið gef ég yður. Minn frið. Og Jesús vill að þú sért með frið í hjartaðinu, gleði í sáluðinni og hafur ekkert að óttast. Og það sem við tölum í kvöld ekki til þess að hræða þig, ekki til að skapa skelfingu eða ótta, heldur Guð að láta ykkur vita fyrirfram hvað við getum átt von á, hvað óvinnur reynir að gera í lífu okkar, svo að við getum verið undirbúin. Ef að veðurmaðurinn veit að stormur að koma og lætur ekki vita, þá allir reiður út í hann. Verk hans að láta ykkur vita. Og eitt af það sem Opinberubókin að segja okkur þetta eitthvað sem mun gerast. Guð flettir ofan af áformum hins illa, svo við mættum vita, getum undirbúið okkur, verið tilbúin og við getum staðist. Í Mattheus 24. kafla, þá varar Jesú okkur við að Satan mun reyna að afvega alla heimsbyggðina, jafnvel hina útvöldu. Hafið það í huga. Hann mun reyna að blekkja þá sem elska Jesú. Og árásir hans koma úr verstu átt, þar sem við höfum ekki von á neinu. Ef að illi kemur til þín og myndi bjóða þér að hafna Biblíunni, taka upp galdra, skurðgoðadýrkun, þú myndir ekki blekkjast. Þú veist að Biblían er orð Guðs, þú veist þú átt ekki að taka þátt í göldrum, þú veist á ekki að tilbjóða skurðgoð og það ekkert blekking, hann getur ekki freistað því með því. Blekkingar hans hættulegar vegna þess að mun reyna að ná þér það sem auðveldast að ná þér, það sem þú átt ekki vona árásum frá honum. Og Opinberunarbókin, hún sviptir hulinni af verkum hans. Í fyrstu kafla Opinberubókinni, að þá byrjar Guð á að segja okkur að hann drottinn, hann krýndur konungur, hann þekkir framtíðina, við getum treyst á hann. Þegar komið í 12. kaflan, þá skiptir Guð alveg gír, segir eitthvað annað. Hann gerur okkur 3 myndir í þessum kafla, til þess að láta okkur vita hvað að gerast, af hverju og hverju við getum átt von á. Það eru 3 megin myndir í þessum kafla. Fyrsta lagi, þá barn sem fæðist. Síðan sjáum við að Satan rekinn út af himnum og svo þriðja lagi að drekinn ofsækir konuna. Þegar við lítum í Biblíuna, þá sjáum við konuna sem tákn fólk Guðs. Ef þú ferði í litlu spátumsbókina með Hósea, þar var spámanni sagt af Guði að taka sér konu sem myndi reynast honum ótrú. Síðan reyndi hann að ná í hana aftur og aftur, hann leitaði að henni, hann fann hana, einu sinni var hann að kaupa hana frjálsa. Og síðan sagði Guð, líf þitt Hósea tákn, dæmi hvernig ég að leita að mínu fólki. Og fólk Guðs líkt við konu. Hún á að vera hrein og falleg, stundum hleypur hún í vitlausar áttir, eftir öðrum guðum. En í 12. kaflanum, þá þessu konu lýst og segir að tákn mikið birtist á himni. Kona klædd sólinni og tunglið var undir fótum hennar og á höfði hennar var kóróna af 12 stjörnum. Hún var þunguð og hljóðaði jóðsótt með hörðum hríðum. Þessi kona ekki tákn Maríu mey, því að slík túlkun passar ekki samhengið. Heldur kona hér söfnuður, fólk Guðs, það sem að Jesú barnið gefið til heimsins í gegnum fólk sitt. Þessi kona, fagra kona, lýsir trúföstu fólki Guðs sem elskar hann af öllu hjarta og fæðing barnsins tilsögn fæðingu Jesú þegar hann kemur í gegnum fólk Guðs Ísrael á sínum tíma. En það meira sem gerist. Það ekki bara kona sem birtist í þessum kafla. Það sér annað tákn birtist á himni, mikil dreki, rauður, hafði 7 höfuð og 10 horn og á höfðunum 7 enni stjásn. Og með halanum dró hann 3. hlutan af stjörnum himinsins og varpaði þeim ofan á jörðina. Og okkur skilst að stjörnur tákni engla og að drekinn, Satan,
tók þriðjunginn af englunum með sér. En það þýðir að 2/3 eru með Guði. 2/3 eru okkar bandi. Markmið Satans var að útrýma Jesú, uppreisn hans að fyrst og fremst á móti Jesú. Takk eftir að lesum áfram hér. Hún fæddi son, eða drekinn stóð frammi fyrir konunni sem komið var að fæða barnið til þess að gleypa barn hennar þá hún hafði fætt. Hann vildi útrýma Jesú. Hann öfundaði Krist. Hann vildi hafa meira en Jesú hafði, en vandinn sá að Jesús er Guð. Og Lúsifer er sköpuð vera. Lúsifer á ekki rétt á að vera Guð. Hann passar ekki inn í myndina. Og konan fæddi son, sveinbarn, sem stjórna með öllum þjóðum í járnsprota, og barn hennar var hrifið til Guðs til hásætis hans. Jesú kom til þess að jarðar, hann vann sitt verk, hann lagði niður líf sitt af eigin ákvörðun. Hann dó, en hann reis upp aftur, steig upp til hægða og var krýndur sem konungur. Jesús lauk verki sínu hér á jörðinni, fór til himins og tók við ríki sínu sem konungur þessa jarðar. Vandamáli var að nú eru 2 sem gerir tilkall til jarðarinnar. Lúsifer sagði, ég er konungur þessa heims. Hann reyndi einu sinni að gefa Kristi jörðina. Hann sagði, ég skal gefa jörðina allt þetta ríki ef þú tilbyður mig. Og Jesús sagði, alls ekki, komdu í burtu. Jesú ætlaði sér eigna ríkið á annan hátt og hann eignaði sér það með því að gefa líf sitt, fórnaði, rísa upp, steig upp til himins og tók við ríkinu frá föður sínum. Hann hafnaði því að tilboði að taka við ríkinu frá Satan. Hann sagði, ég tek það frá föður mínum. Og nú tók hann við því. Við töluðum það í gærkvöldi. Og það eru tveir sem höfðu tilkall til ríkisins. Þú getur ekki haft 2 konunga. Það er ekki hægt. Það er ekki hægt á himnum. Þú getur ekki haft 2 konunga í þínu ríki. Þú getur ekki þjóna bæði Guði og Mammon eða Guði og einhver öðru. Það er aðeins eitt sem ríkir í einu. Þið munið í Jobsbók að það er sagt frá því að Satan fari til himins til fundar við Guð. Og það virðist sem að jafnvel eftir syndafallið hafði Satan aðgangað himnum. Hann fór til fundar við Guð, þar ræddi hann á fundi við Guð þegar synir Guðs, leiðtogar frá ýmsum plánetum komið saman. Það var Satan þar, hann sagði, ég reik jörðina, ég hef séð fólk þitt, ég hef séð Job. Og það er ekki sanngjarnt hvernig gengur vel hjá Job. Hann tilbyður þig bara vegna að þú blessar hann, gefur hann miklar auðir. Svo Guð leiði Satan að prófa Job. En Satan hafði aðgang að himnum. En þegar Kristur var krýndur sem konungur og gerði tilkall til jarðarinnar, var stríð óhjákvæmilegt. Stríðið sem nefnt í Opinberunar 12. kaflanum átti sér stað eftir krossin, ekki í upphafi fyrir sköpun jarðar. Ef við tökum textan í 12. kaflanum í röð, lesum sögurnar hver af fætur annarri, þá kemur í ljós að stríðið á sér stað eftir að barnið hefur hrifsað upp til himins. Job segir okkur að Satan hafði aðgang að himnum. Jafnvel eftir syndafallið hélt hann áfram að fara til himins til fundar við Guð og sagðist eiga þessa jörð. Guð hlustaði og sagði, já, það kemur að því, ég mun taka þessu jörð aftur. Og Kristur kom og tók það. Nú voru 2 sem sögðust vera konungar. Og 12. kaflinn 7. vers segir að þá hóf stríð á himni. Mikael og englar hans fóru að berjast við drekann. Drekinn barðist englar hans. 1/3 á móti 2/3. Lúsifer, Kristur. Og drekinn og englar hans, þeir fengu eigi staðist, eigi héldust þeir heldur lengur við á himni. Og það segir í 9. versinu, og drekanum mikla var varpað niður hinni gamla höggormi, sem heitir djöfull og Satan, honum sem afvegaleiðir alla heimsbyggðina, honum var varpað niður á jörðina, englum hans varpað niður með honum, máttu aldrei aftur koma inn til himins. Þeir var kastað út af himnum. Hliðunum var lokað og Satan, þú kemur aldrei aftur til himins. Búið mál. Hjálpræðið var það veruleika. 10. versi segir, ég heyrði mikla rödd af himni segja, nú er komið hjálpræðið og mátturinn og ríkið Guðsvors og veldi hins smurða.
Kristur hefur verið krýndur, hann hefur tekið við ríki sínu. Hann nú konungur. Ertu að segja að englum Satans hafa verið verpað niður á jörðina eftir krossdauða? Já, akkurat. Og það kannski ný hugmynd fyrir sum ykkar. Vegna þess að ég hugsa mér svo oft að þetta gerist fyrst í byrjun, en þá passar ekki Jóbsbók. Ef að Satan var kastað út, aldrei að koma aftur inn í himinin, hvernig stendur þá á Jóbsbókin það segir að Satan fór upp til himins? Það passar ekki. En ef þú tekur 12. kaflan og lesta í röð í samhengi, alveg svo lesum Daniel 2. kaflan og Daniel 7. kaflan, og þá lítum við á 12. kaflan Óperbókinni og það gengur í samhengi. Uppreisnin á sér stað í upphafi. Og Satan gerir uppreisn með þriðjung englana, hann fer til jarðar, heltekur þessa jörð og segir, þetta er mín jörð. En hann hefur samt aðgang að himnum. Jesús kemur til jarðar og Satan býður til þess að gleypa hann. En Kristus sigrar. Hann fórnar líf sitt, hann rís upp, hann stígur til himins, hann er krýndur konungur og þegar Kristur er gerður að konungi, er smurður, þá tekur hann ríki sitt og niður er varpað þá kæranda bræðra vora, honum sem kærir þá fyrir Guði dag og nótt. Guð hafði ákveðið áform, hjálpræðis áform og hann ákvað ljúka verkinu á einn hátt. Það eru margir í dag sem halda það sem nóg að gera eitthvað til að sigra hið illa. Breskur heimspekingur að nafni Edmund Burke, hann sagði að allt sem þarf til að fyrir hið góða að sigra fyrir hið illa að sigra hið góða er að góða gerir ekki neitt. Svo lengi sem við gerum eitthvað, þá er allt í lagi. Og þeir sjá í stjórnmálum í dag, Bandaríkin, þeir starfa á þessu. Gerum bara eitthvað, skiptir ekki máli hvað við gerum, við bara notum aflið og valdið og við ætlum að útrýma hinn illa. En hvernig í ósköpunum getur við útrýmað hugsun og trú með vopnum? Og við erum átt okkur á því að fara með sterkasta hér í heimi á móti hugmyndafræði, það virkar ekki. Og Guð vissi það var hans ein leið og það var svo að leiðinu illa grassar tíma. Síðan myndi Kristur koma að sýna hver hann er og svipta hulunni af henni illa. Og þegar hann hafði gert það, þá fer hann til himins, tekur ríkið, er krýndur sem konungur, smurður sem konungur. Og þá segir hann, ok Satan, burt með þig, þú far aldrei aftur að koma inn í þetta ríki. Og hann er fastur hér á þessari jörðu. Takk eftir hvað segir í 12. versinni, 12. kaflanum. Fagnið því himnar og þér sem í þeim búið. Fagnið himnar, Satan hefur kastað út. Hann far aldrei aftur að koma ánga aftur. Veisja jörðinu og hafinu því að djöfullin er stigið niður til þeirri miklu móð því að hann veit að hann hefur nauman tíma. Og þegar Satan var varpað út af himnum, þá snér hann sér að fólki Guðs á jörðinni. Það segir að hann gekk í miklu móð, hann gekk berserksgang, hann reyndi að útrýma kirkjunni og gífurlegar ofsóknir áttu sér stað. Eftir að Kristur var farinn á tímum keisarana, þá var reynt að taka þá sem trúðu á Jesú, brenna það á báli, bika þá með tjöru, kveikja í þeim sem blys, henda þeim fyrir ljón, saga þá sundur, eitthvað til þess að drepa þá, útrýma þá, til þess að útrýma kristinni kirkju. Og Satan gekk berserksgang, braut og bramlaði, en það gekk ekki neitt. Þegar hann var varpað út, þá sneri drekinn sér að konunni, ofsótti hana sem að alið sveinbarnið. Hann tókst ekki útrýma kirkjunni. Þegar hvað gerðist? Segir í 12. kaflan 13. versi, konunni voru gefnir vængir tveir af erninni mikla til þess að hún skildi fljúga á eyðimörkjan til sín staðar, þar sem séð hefur verið fyrir þörfum hennar 3,5 ár eða 1260 daga. Fjarri augsýn hoggormsins. Og ef við lítum á þau spátumum dagur sem ár, þá er að langur tími sem að kirkjan er í felum og djöfull reynir að finna hana, finnur hann ekki og hún er geymd örugg af Guði. En að enda lokum þess að 1260 daga, 1260 ára, það segir svolítið hér í 12. kaflanum 17. versi. Þá reiddist drekinn konunni, fór burt til þess að heyja stríð við aðra afkomendur hennar, þá sem varðveita boð Guðs og hafa vitnisburð Jesú. Ef að þú varðveitir boð Guðs, þar með talið 7. daginn sem hvíladag Guðs, ef að þú elskar Jesú öllu hjarta,
meir en nokkuð annað í lífinu, þá máttu reikna með því samkvæmt orðinu að þú skotspónn hins illa. Ná, leiðu mér að spyrja ykkur spurninga. Hvernig stendur á því að það svo auðvelt að vera kristinn í dag miðað við á tímum keisaranna? Þegar djöfullinn gekk berserksgang, þá voru kristnir menn brenndir á báli, drepnir á hvaða hátt sem var og reynt að útrýma þeim. En í dag, það er engar ofsóknir á Íslandi. Jú, það er einn og einn maður sem á erfitt. En yfir höfuð, það er trúfrelsi. Þú ert frjáls að gera hvað sem þú vilt. Það er ekkert erfitt að taka trú og segja, já, ég ætla að halda hvíladaginn, ég ætla að elska Jesú, ég ætla að skila tíun, ég ætla að lifa góðu lífi, ég ætla að lesa Biblíuna mína, ég ætla að biðja. Það er allt í lagi. Og það hvergi sjáanlega neinn pressa á söfnuð Guðs, á kirkju Guðs, á fólk Guðs. Hvað er að gerast? Er Biblían að skrökva? Í byrjun sjáum við að sagt er að djöfullinn sé miklu móð, hamagang, en svo segir hann reiddist. Og gríska orðið er miklu sterkara en í seinna skiptið, 17. versinu. Það sem hann er virkilega af ákveðni, miklum ágangi að ráðast ekki að kirkju Guðs. Hvað er að gerast? Ég vil leggja til að það sé hættulegra að vera sannulegri sem Jesú í dag en það var á dögum keisara og ofsóknunum mikla fyrirhöldum. Í þá dag vissuru að þegar þú tókst trú, þá beið dauðinn þín, hugsanlega. Og þú lagðirist á kné, þú opnaði Biblíuna og þú talaði við Guð og þú hafði sterka trú, þú sá stýr drottins. Og þú vissir að þó þú myndir deyja, það var allt í lagi, næsta sem gerist er upprisan og Jesús konungurinn að koma. En í dag, það er ekkert að gerast. Það er allt í lagi, ég les Biblíuna svona einu sinni í viku, einu sinni í mánuði. Ég bið þegar allt gengur illa og ég sé ekki dýr Guðs. Ég fæ ekki sigurinn, ég er fangi frelsisins. Líf mitt breytist ekki. Ég er bara í sama horninu nema ég fer í kirkju kannski öðrum degi. Jú, ég fer og les Biblíur og hvoru, fer á messu. En líf mitt er ekki breytt. Og vandamálin hlaðast upp, ég ber þunga byrði og líf mitt er svona, það er erfitt að lifa, en jú, ég er kristinn, ég lofa Guð öðru hvoru. Og Satan hlær. Takk eftir sem Jesús sagði, myndi einkenna söfnuð sinn. Förum í Jóhannes og Guðspjall 13. kafla, 34. vers, 35. vers. Það sagði Jesús, nýtt boðorð gef ég yður að þér elski hver annan, eins og ég hef elskað yður skulu þér einnig elska hver annan. Lesum áfram. Á því mun allir þekkja að þér eru mínir lærisveinar ef þið berið elsku hver til annars. Það er ég að segja meira. Sjáu hvað djöfullinn reynir að gera, hann reynir að ráðast á fólk sitt og blekkja fólk sitt, ekki með ofsóknum utan að, heldur með því að koma með upplausn og sundrung og deilur og kýtingar, útásetningar, kritiseringu innan fólks Guðs. Á meðal okkar. Hann er ekkert einhver ljótur kall utan í heimi sem er einhvers staðar að blása á okkur, hann læðist inn og hvíslar í huga þinn. Hann reynir að gera lífi leitt með því að láta þá sem þú elskar mest, þá sem þú lítur mest upp til að valda þér mestu vonbrigðum. Og svo lappar út að þú ert reiður út í eitthvað, eða þú kemur ekki í kirkju að því einhver móðgaði þig, og þú heldur ég er svo reiður út í þetta fólk og fattar ekki að djöfullinn er að eyðileggja trú þína. Það sem þú átt að gera er að fara í bæn, opna Biblíuna, horfa á dýr Guðs og vera í kirkju sama hvað gerist. Tilbýða Guð sama hvað gerist og ef lífið er leitt, eittu meiri tíma á bæn, eittu meiri tíma í Biblíunni og horfðu á ljóma Guðs og dýr Guðs meira og meira og meira og láta annað sitta á hakanum. Skilur nú hvers vegna Guð segir okkur hvað er að gerast, hann gefur okkur veðurspána í spádómunum, hann segir okkur hvað er að gerast, hvar stormurinn er. Og svo lesum við ekki spána og skilum ekkert í það hverju það gengur illa að vera kristinn.
Af hverju söfnuðin splundrast og af hverju við deilum innbyrðis? Farum ykkur annan texta í Galatabréfinu, 5. kaflanum. Við byrja að lesa í 19. versi. Þar gefur Páll okkur andstæður. Holdsins verk eru augljós. Frillulífi, óhreinleiki, saurlífi, skurgoðadýrkun, fjölkingi, fjandskapur, deilur, metingur, reiði, eigingirni, tvídrægni, flokkadráttur, öfund, ofdrykkja, svall og annað þessu líku. Þetta það sem við glímum við í lífinu, ekki satt? Við öll glímum við eitthvað af þessu. Og Kristur vil gefa okkur frelsi, hann vil veita okkur sigur. Takk eftir öðru hérna, lesum áfram. Það segir, eins og ég hef sagt áður, að þeir sem slíkt gjöra, og grískan segir þeir sem að lifa svona lífi. Við öll hrösum, við öll föllum, við öll eigum í vandamálum öðru hvoru. En að segja þeir sem að lifa svona lífi munu ekki erfa Guðs ríki. Og sjáu hvað Satan gerir í okkur persónulega. Hann reynir að freista okkar með þessu vandamálum, svo sjáum við vandamálum sem við hvort annað höfum og við bendum á þau og segja þetta er ekki nóg gott, þú ert ekki nóg góður, þú stendur ekki nóg vel. Og við glímum við þetta allt saman og skiljum ekki að það er óvinnurinn sem reyna að brjóta upp, reyna að taka í burtu kraftsafnaðarins og kraftvitnisburðar Guðs. Þegar við sjáum að við glímum við þessu vandamál, þá höfum við að umkringa það sem er í baráttu með bæn og uppörfun og leita Guðs sem veita sigurinn. Og þegar við föllum aftur, þá höfum við að fyrirgefa aftur, upphefja og upplifta í bæn og saman veitum við styrk og kraft í söfnuðunum, kirkjunni, í trú, vegna þess að Jesús er konungurinn. Er ekki satt? Starfsáætlun Satans. Sundrung, deilur, lauslæti, siðleysi, flokkadrættir, öfund, mæðukennd, áhyggjur, kæruleysi, bænaleysi. Það er hættulegra að vera kristinn í dag en þegar ofsóknirnar geisuðu. En samt sem áður, það er engin ástæða fyrir okkur að falla vegna þess að Jesús gefur okkur sigurinn. Hann segir okkur hvað óvinnur ætlar sér að gera og segir okkur hvernig við eigum að sigra. Í 12. kaflanum 11. versi segir hann okkur að við höfum sigrað hann óvinnin fyrir blóð lamsins. Jesús dó, hann dó fyrir 2000 árum, hann veitti þér fullan sigur. Syndið þína sem þú drýr á morgun og næsta ár er þegar búið að fyrirgefa. Þú ert frjáls. Þú hefur sigur. Þú þarft ekki að spurja, mun ég ná því, kemst ég til himins, er ég meðtekinn af Guði? Það var gengið frá því fyrir 2000 árum og Kristur er núna krýndur konungur. Konungur þinn, konungur frelsisins. Og þegar við áttum okkur á því, að þá erum við tilbúin til þess að vitna Guð, að segja hverjum sem er, ég tilheyri Jesú. Kristur er minn konungur. Og það er ekkert sem getur að hagga mér því ég veit ég fer til himins. Einn dag mun ég sitja við hægri hönd Jesú í hásæti hans. Og það er ekkert sem hræðir okkur. Dauðinn hræðir okkur ekki neitt. Móðganir hræða okkur ekki neitt. Skiptar skoðunir hræða okkur ekki neitt. Pressa frá fjölskyldunni hræðir okkur ekki neitt. Því að við vitum að Jesús er konungurinn. Ég tilheyri honum, hann gefur mér frelsi. Svo hvað er að óttast? Ég gaf ykkur það sem Biblían sagði var líf holdsins. Hérna er ávöxtur andans. Í Galatabréfinu lesum áfram. Ávöxtur andans er kærleiki, gleði, friður, langlindi, gæska, góðvild, trúmennska, hógværð, bindindi. Þetta er það sem Guð mun gefa þér. Og ef þú segir að ég hef reynt og ég næði ekki,
Þú nærði ekki, það ekki hægt fyrir því sjálfan að ná sigri. En þú fer til konungsins, segir Kristur, ég er með vandamál, mér vantar hjálp. Viltu koma í líf mitt? Og því meira sem að þú átt í erfiðleikum, því þyngri sem byrðin er, því betra er að vera á hnjánum og biðja lengur. Lausnin er einföld. En óvinnurum mun ekki takast að þú útrýma söfnuði Guðs. Hann mun ekki heldur núna ná því. Hann mun ná mörgum einstaklingum. Jesús varaði við í Mattheus 25. kaflanum, hann talaði með 10, að ein þeirra myndi falla, 10%, ekki rétt? Kannistu söguna? 5 af hverjum. Hvað er það mikið í prósentum? 50% af fólkið Guðs gæti fallið frá. Og það er óþarfi. Það þarf enginn að falla frá á meðal fólks Guðs. Enginn. Að því að Kristur bar fullkominn sigur og hann gefur þér fullkominn sigur sem gjöf. En hann varar við og segir alltaf 50% af söfnurum gæti fallið fyrir blekkingum Satans. En 12. kaflinn endar stuttu vessi. Hann gat ekki útrýmt söfnunum, djöfullinn gat ekki útrýmt söfnunum, en hann nam staðar við á sandinum við sjóinn. Af hverju gerir hann það? Satan veit, ef hann getur ekki útrýmt fólki Guðs, ef hann getur ekki blekkt fólki Guðs, þá mun hann fá hjálp frá öðrum. Þrenning. Guð er þrenning. Satan vill vera Guð. Hann er ekki Guð, en hann vill vera Guð. Hann uppfyllir ekki kröfum þess að vera Guð. Kröfuna fyrir að vera Guð er fyrsta lagi, þú verður að geta skapað með því að tala og láta hlutina gerast. Satan getur ekki skapað, hann hefur reynt, hann getur það ekki. Hann getur fiktað við náttúruna, en hann getur ekki skapað. Og hann þekkir ekki framtíðina. Ef hann hefði þekkt framtíðina, hefði hann aldrei látið Jesú fara á krossin. Hann veit ekki framtíðina. Og hann er þess vegna alls ekki Guð, en hann reynir að skapa falska ímynd. Og ef það er þrenning, ef það er heilög þrenning, þá reynir hann að skapa falska þrenningu sem er bölvuð þrenning. Og við lesum áfram næsta vers, eftir 12. kaflan kemur 13. kaflinn, fyrsta vers. Og í 13. kaflanum koma 2 dýr fram á sjónarsviðið. Og þessi 2 dýr ásamt drekanum skapa þrenningu. Þegar Satan tekst ekki að útrýma trúnni, þá tekur hann til þrenningu og fær auka hjálp. 13. kaflanum koma 2 dýr og það er bölvuð þrenning, en hann mun samt ekki takast að útrýma trúnni. Þegar Jesú kemur aftur verður fólk á jörðinni tilbúið. En drekinn staðnæmist á sandinum og hvað sér hann? Jóhannes sá dýr stígu upp af hafinu, það hafði 10 horn og 7 höfuð og hornin þess voru 10 ennistjásn og höfðin þess voru guðlöstunarnöfn. Þetta er byggt á Daníels bók. Dýr sem er öðruvísi byggt á því sem hefur verið í gangi í heiminum í langan tíma. Dýri sem ég sá var líkt pardusdýri, fætur þess voru bjarnafætur og munur þess eins og ljónsmunnur. Drekinn gaf því mátt sinn að hásæti sitt og vald mikið. Hver gaf þessu dýri vald sitt? Að drekinn. Mannleg stofnun sem að drekinn tekur í hernámi, án þess að fólki kannski gerir sig grein fyrir því og notar það til þess að ná fram sínum málefni, sínum markmiðum. Nú takk ég eftir þessu. Eitt af höfðum þess virti sært til ólífis en banasár þess var heilt. Hver var það sem dó var uppreistur? Hver dó? Hvaða konung var dó, lét líf sitt af frjálsum vilja og tók líf sitt svo aftur? Var ekki Jesú? Og hérna sjáum við hluta á bölvaði þrenningu sem að lætur líf sitt og virðist koma aftur til lífs, til endurreisnar. Og fólki tilbað dýrið. En það er rétt. Hvað segir í textanum? 3. versunum, 4. versunum. Þeir tilbáðu mannin. Þeir tilbáðu drekann.
Munið hvað Satan vildi með Jesú? Hann sagði, Kristur, ef að þú beygir niður og tilbyður mig, þá skal ég gefa þér öll heimsins veldi. Hann vil tilbeiðslu, en hann á það ekki skilið, hann vill það. Og hér reynir hann að neyða fólk þess að tilbyða sig í gegnum eitthvað annað veldi. Hann er þar á bakvið. En svo til að fullkomna þrenninguna kemur annað vald, annað dýr, 11. versið. Ég sá annað dýr stígu upp á jörðinni, það hafði 2 horn lík lamshornum. Athyglisvert. Hver er lambið í Ópenubókinni? Jesú. Hvað gerir lambið? Hvert er hlutverk lambsins? Hann frelsar. Hann gefur hjálpræði. Og hér er dýr sem er eins og lamb sem haga sér eins og frelsari heimsins. Leysa öll vandamálin í heiminum. Það lítur út fyrir að vera svo gott, svo vingjarnlegt, en það talar eins og dreki. Og það fer með fyrra vald, fyrra dýrsins, fyrir augsýn þess, og það lætur jörðina og þá sem á henni búa tilbyða fyrra dýri sem var að hylta banasári sínu. Það snýst allt tilbeiðslu. Hvern ætlar þú að tilbyða? Og ef Satan fær það ekki sjálfur, þá notar hann önnur öfl og skapar þrenningu. Takk eftir 13. og 14. versið. Það gjörir tákn mikil, svo lætur jafnvel eld falla af himnu ofan á jörðina fyrir augum manna. Það leiðir afvega þá sem á jörðinu búa með táknunum sem því var lofað að gera augsýn dýrsins. Vísaði sögunum Elías spámann. Eldur af himni var tákn þess að vera sendur af Guði. En Guð varar við því og segir, drekinn, djöfullinn,